Þá komið að 5. liður á dagskrá Holtahverfi, breyting á aðalskipulagi vegna hjúkrunarheimilis. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hulda Elma Ísneinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér komin á dagskrá liður 3 í fundargerð skipulagsráðs frá 15. janúar. Auglýsingu tillögu að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 sem varðar svæði norðaustan Krossnesbrautar lauk þann 19. desember 2024. Í breytingunni felst að á lóð við Þursaholt verði heimilt að byggja hjúkrunarheimili og aðra þjónustu við eldri borgara auk íbúða. Að heimilt verði að þróa svæðið í samhengi við hugmyndafræði lífskeiðakjarna. Hvorki bárust umsagninni athugasemdir á auglýsingatímanum. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki framlaga tillögu að breytingu á aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 samkvæmt 1. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga þessi hér komin til umræðu og afgreiðslu. Ég ætla einnig að bera fram bókun fyrir hönd bæjarstjórnar. Bæjarstjórn skorar á nýja ríkisstjórn að hefjast handa sem fyrst við byggingu hjúkrunarheimilis en nú eru 2 fullskipaðar lóðir tilbúnar fyrir starfsemina. Skrifa við undir samning 2019 um byggingu 80 hjúkrunarrýma og lítið sem ekkert gerst síðan þá. Og bæjarfulltrúi Hulda Elma Ísneinsdóttir lokið máli sínu orðiðalaust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það virkilega ánægilegt að við séum komin á þann stað að fara sig í gegn deiliskipulag á fyrsta lífskeiðakjarnanum á Akureyri, virkilega spennandi. Og mér langar það bara að nýta tækifæri til að spyrja hvað svo? Af því að þegar skipulagið er tilbúið þá gerist þetta ekki af sjálfum sér. Ætlum við að auglýsa þetta svæði og þróunar aðilar geta komið með hugmyndir eða hvernig ætlum við að láta gerast? Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu orðiðalaust. Nætti það var að að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Tekur bæjarfulltrúi Halla Greinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir spyr hvað svo? Það verkefni skipulagssviðs og bæjarstjórnar að taka máli hérna frá. Það búið að vera að vinna í gangi og mikið samtal með EBAC sem dæmi til þess að þróa hugmyndir hvernig lífskeiðakjarna viljum við vegna þess að það er til lífskeiðakjarni og lífskeiðakjarni. Það ekki alveg, fólk skilur það ekki endilega á einn og sama háttinn. Þannig að sú vinna heldur áfram. Nú er komið skipulag sem segir að hér ætlum við að gera ráð fyrir slíkar starfsemi. Við þurfum náttúrulega líka að klára samtali við ríkið hvernig við bjóðum lóðirnar út. Þarna verður gert ráð fyrir hjúkrunarheimili, einhvers konar þjónustu sem á að bæða nýtast íbúum og tengjast mögulega hjúkrunarheimili, þá allavega að vera möguleiki á því og síðan íbúum fyrir eldri borgara. Þannig að nú bara hefst vinnan eða heldur hún áfram öllu heldur vegna þess að hún er auðvitað byrjuð en ekki niðurstaða komin í þá vinnu. Takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar, hvað svo, segir bæjarfulltrúi Sunna. Ég ætla að taka undir orð bæjarfulltrúa Höllu að á næstu dögum þá munu koma fréttir samning sem nýtt íbúafélag sem nú trúnaðarmál eins og en þetta mun koma fram á næstu dögum og það er gríðarlegur kraftur í félagi eldri borgara sem eru að stofna nýtt félag á næstu dögum. Ég held að séu allir sammála hér inni að við verðum að setja kraft í þetta. Við verðum að vera duglega að pressa. Þetta er búið að taka allt kjörtímabilið. Samt sem áður finnst mér vinnan búin að vera mjög góð. Við erum búin að stofna hér vinnuhóp. Það eru konar 2 hugmyndir. Við erum að hugsa langt fram í tíman. Nú er bara komið að því skuldadögum hjá ríkinu að klára þetta sem vorum að ræða hér daginn, samning frá 2019
og það er okkar hlutverk að pressa á þetta, minnast á þetta nánast í hver einustu viku. Öll vinnan hér, ég hef ekki miklar áhyggjur af henni, öll undirbúningsvinnan er komin á fullt og verður kynning á því mjög fljótlega, þannig að ég ætla að vera mjög bjartsýnn fyrir þetta ár, ef ekki núna þá allavega næsta ári, og ég held að við sem bæjarstjórn verðum að vera afar duglega að pressa á þetta. Það vantar hér hjúkrunarrými og við getum ekkert beðið mikið lengur. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ánægilegt að heyra að það sé eitthvað að gerast í þessu, en ég skildi þetta ekki alveg. Eigum við bæjarfulltrúar að bíða eftir að lesa þetta í blöðunum? Ég skildi þetta ekki alveg. Það verður einhver að útskýra þetta betur fyrir mér. Og bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar, það sem ég var að útskýra var það að félag eldri borgara hér á næstu dögum að fara að segja frá því að þeir eru konum með félag undir íbúðarmál eldri borgara. Þannig að það er það sem þeir eru að fara að kynna og þetta er trúnaðarmál eins og er. Jú, þá verðum við væntanlega að lesa þetta í fjölmiðlum, þannig að það er málið. Ég hef samt sem áður fundað með EPAC og fleirum og ég hef fundið gríðarlegan kraft í þeim, mikið meðbyr, og þeir eru að fara út fyrir kassan að finna lausnir á þessum málum. Og við fundum fyrst fyrir 2 árum, þá fann maður það að það var svona smá, menn vissi ekki alveg hvert það átt að fara, en nú finnst mér gríðarlegur kraftur í öllum og enn og aftur ég ætla að hafa mikla trú fyrir þessa ár. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, ég verð nú að byrja á því að hæla þeim sem hafa komið að þessu máli. Ég held að þetta hafi unnist mjög vel. Þótt hægt hafi farið, þá hefur einhver síður verið bítandi gangur í málinu og ég trúi því að þetta muni fara af stað núna í sumar. En það sem ég vildi minna á í framhaldi af því er að núna verðum við að leggja drög að svona lífsgæðakjarna númer 2. Við meðum ekki gleyma því að við höfum aðeins rætt að hann ætti að vera ofan Kjarnagötu. Nú þurfum við að hnika því áfram því þetta tekur 5-7-8 ár eða hvað það nú er að koma þessu svona verulega á lakirnar. Þannig að nú þurfum við að halda þeirri vinnu áfram. Jafnvel þótt að þarna séum við að ná ansi stórum áfanga sem ég trúi að fara af stað að ári. Vonandi þó í sumar. En hugum að Kjarnagötunni í framhaldi og komum því á skipulagið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu orðið laust. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs sem geta samþykkt bæði aðalskipulagsbreytinguna og bókunina gefið merki. Það eru 11.